Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 3. júlí er 3. sunnudagur eftir þrenningahátíð. Þema dagsins er týndur fundinn. Lexían vitnar fyrirgefningu og miskunnsemi Guðs. Pistillinn að aðeins fyrir náð séum við hólpin og náðin sé gjöf frá Guði. Og Guðspjalli fjallar týnda sauðinn og týndu drökmuna. Eins og áður hvet ég ykkur til að lesa textana í heild sinni en við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guðspjalli í dag er tekið úr Lúkasi. Þar segir: Allir tollheimtumenn og bersyndugir komu til Jesú til að hlýða á hann, en farisegar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneytir með þeim. En Jesús sagði þeim þessa dæmisögu: Nú á einhver ykkar 100 sauði og týnir einum þeirra. Skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem er týndur, þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðinn á herðar sér hann finnur hann. Þegar hann kemur heim kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðjist mér því að ég hef fundið sauðinn minn sem var týndur. Ég segi yður að þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða konar sem á 10 drökmur og týnir 1 drökmu. Kveikir hún þá ekki á lampa og sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana. Og hún hefur fundið hana kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðjist mér því ég hef fundið drökmuna sem ég týndi. Þannig segi ég yður að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara bætir ráð sitt. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Í Guðspjallinu talar Jesús inn í hjörtu farisea og fræðimanna. Það eru þeir sem hlusta. Þeir höfðu margoft fundið að því að Jesús hafði læknað á hvíldardögum og Guðspjalli segir að þeir ömuðust við að Jesús borðaði með tollheimtumönnum og syndugum því það kom ekki til greina hjá þeim. Það var fyrir neðan þeirra virðingu. En fyrir Jesú var það tilgangur komu hans. Þó hann byrjaði starf sitt hjá gyðingum því hann sagði að hann væri sendur til týndra sauða af Ísraelsætt, þá fór hann ekki manngreinarálit heldur boðaði fagnaðarerindi hvar sem fólk var samankomið úti undir beru lofti. Jesús sagði sögurnar hið týnda, það týnda sauðinn, týndu drökmuna og í framhaldi af þeim tveim sagði hann söguna týnda soninn. Og hann segir sögurnar í þeirri von að þeir sem hlustuðu yrði ljóst að þeir voru jafn týndir sjálfir og persónurnar í sögunum. En sögurnar eru vitnisburður að án Jesú við týnd og til þess að finnast þurfum við að finna trúna á Jesú. Jesús talaði í myndmáli dæmisagna. Hann segir sjálfur að hann sé góði hirðirinn. Hann dyr sauðanna og að enginn komist inn nema í gegnum dyrnar. Í Lúkasi segir hann: Mannssonurinn kominn til að leita að hinu týnda og frelsa það. Og hér fáum við nýtt umhugsunarefni. Því eftir að Jesús hóf starf sitt breytti hann áherslunum fyrir frelsun. Frá lögmálsverkum í náðargjöf Guðs. Breytingin gerir það að verkum að ef enginn kemst inn í ríki Guðs nema fyrir trúna á Jesú, þá voru í raun allir, hver einasti maður, týndur. Þessi breyting hefur í för með sér að Guð fyrirgefur okkur afbrotin fyrir trúna í hjartanu. Eins og segir í lexíunni: Hver slíkur Guð sem þú sem fyrirgefur misgjörðir og sýknar af syndum? Og pistillinn segir: Guð auðugur af miskunn,
Af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Það er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Fyrri sagan er hirði sem á 100 sauði og tínir einum og það er hægt að túlka dæmisöguna frá mörgum hliðum. Hirðurinn fer sjálfur að leita hins týnda, sem er einmitt ástæða þess að Jesús kom. Það er til að leita að hinu týnda. En takið eftir að Jesús er ekki hirðurinn í dæmisögunni, því hann segir við færiseiana og fræðimennina, ef einhver ykkar á 100 sauði og tínir einum, þá fer hann og leitar hans. Svo að þessi 99 sauðir sem voru skildir eftir geta táknað hina týndu sauði af Ísraelsætt, sem töldu sig réttláta og ekki þurfa þess með að taka sinnaskiptum. Og hinn eini sem viltist frá hjörðinni getur táknað tollheimtumann eða ótilgreindan syndara sem síðar finnur í Jesú. Því þegar hinn týndi sauður finnst, segir Jesús, þá fagnar hirðir sauðana með nágrönnum sínum. En þegar týnd sál finnur Jesú, þá ber hirðirinn hann heim til sín, það er að segja í ríki Guðs, og það verður meiri fögnuður á himni yfir honum, þessum eina syndara sem tók sinnaskiptum, en hinum 99 réttlátu sem þurfa þess ekki með. Seinni sagan er konu sem áttu 10 drökmur og tínir einni. Drakma jafngilti denar eða daglaunum verkamanns og tapið var töluvert ef þetta var aleiga hennar. Og við vitum öll hvað er erfitt að leita í myrkri, enda segir sagan að konan hafi þurft að kveikja á lampa til að geta leitað. Hún þurfti ljós. Og Jesús sagði einmitt, ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Og hann sagði líka, sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Já, Jesús er bæði góði hirðirinn og ljósið og hann sagði ennfremur, ég er ljós í heiminn kominn svo enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Þessar 2 sögur innifela fleiri ábendingar. Hirðirinn var maður og vann utandyra, en konan vann innandyra. Þetta voru dæmigerð hlutverkaskipti þessa tíma, en sagan segir okkur að frelsunin sé einstaklingsmiðuð fyrir bæði kyn við hvaða störf sem þau vinna. Það er allt mannkynið og allur heimurinn þarf á góða hirðinum og ljósi heimsins að halda. Í framhaldi af þessum sögum sagði Jesús söguna týnda soninn og sú saga fullvissar okkur að sá sem leitar Guðs er tekið fagnandi og með opnum örmum. Þemað í dag er týndur fundinn. Jesús talaði í dæmisögum en samt þannig að þeir sem hlustuðu áttuðu sig á inntakinu. Hirðishlutverkið þekktu þeir og vissu hvað var nauðsynlegt að halda utan hjörðina og passa að engin sauðanna viltist frá svo hann yrði ekki villidýrum að bráð. Og tapið hefði líka verið sárt fyrir konuna ef drakman hefði glatast. Með sögunum gaf Jesús hlustendum sínum innsýn í gleði og fögnuð himinsins yfir hverjum sem var týndur en hefur fundist. Því að Guð vill ekki að neinn glatist. Sögurnar vitna að í raun eru allir týndir þar til þeir finna trúna á Jesú. Mikill mannfjöldi fylgdi Jesú hvers sem hann fór, svo mikill að farisejar höfðu áhyggjur og sögðu sín á milli, allur heimurinn eltir hann. Því að með nýjum boðskap sannkölluðu fagnaðar erindi frelsast menn fyrir náðina og sannleikan sem kom með Jesú Kristi, en ekki fyrir verk eins og lögmáli kvað eða eins og pistillinn segir, af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú, það er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf.
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.